Svellið hlaðvarp sem fjallar samfélagsmál og þær áskoranir sem að karlmenn og drengir standa frammi fyrir í nútíma þjóðfélagi. Og ég heiti Birna Pétursdóttir og ég þáttastjórnandi og ekki karlmaður. Ekki ennþá. Ekki ennþá. Ég þekki karlmenn samt. Pabbi minn karlmaður. Maðurinn minn, hann karlmaður. Einn maður sem ég vann með, hann karlmaður. Og svo ég 2 drengi sem börn í dag en verða karlmenn framtíðar og eins og allar mæður þá vil ég að heimurinn fari silki mjúkum höndum börnin mín. Þannig að í þessum þáttum þá ætla ég að fá til mín karlmenn og fólk úr öllum áttum til þess að ræða málin, hvar við stöndum í dag, hvað má betur fara, hvað við gert vel, hvert stefnu við, hvað má ekki og bara hvað í gangi. Og Baldur Ragnarsson, hann stýrir upptökum og hann líka karlmaður, þannig að hann getur hnift í mig ef ég á villigötum. Hann alvöru karlmaður. Á hálum ís. Já. Hann alvöru. Segðu hæ, Baldur. En í þessum fyrsta þætti þá ætlum við að fjalla grín og það komin góði gestir. Það Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi, leikari, atvinnugrínari í árafjöld. Velkomin. Takk fyrir að fá mig. Já, takk fyrir að til að koma. Bolli Már Bjarnason, uppistandari, útvarpsmaður, eitthvað fleira? Þú veist, ég veit ekki, nei. Og veislustjóri bara. Tæmandi. Já, og bara svona, þú veist. Allt múli mann. Já. Og svo Anna Margrét Trólfsdóttir, þjóðfræðingur. Já. Og þú ert hjá Endursamtökunum líka. Já, Endursamtökunum og ekki karlmaður heldur. Fellow ekki karlmaður, mjög gott. Áður en við hættum okkur út á svellið, þá langar mig að biðja þig, Anna Margrét, aðeins að svona deila með okkur þínum hugleiðingum efni þáttarins, grín, í samhenginu kallar og grín, jafnrétt og grín. Einmitt. Já, sko, háð og kaltani og brandarar og allt grín náttúrulega hluti af daglegu lífi og getur verið uppspretta gleði og hlátus en það getur líka verið eitthvað sem lætur okkur líða illa, sérstaklega ef við erum sjálf viðfangsefni brandarans. Og ég held að við þekkjum það öll, ég veit endur ekki með atvinnu grínarana, en við kannski þekkjum öll að hafa sagt brandara sem uppsker engan eða allavega lítinn hlátur eða nota kaltani í röngum hóp eða á röngum tíma sem auðvitað alveg hræðilegsta sem getur komið fyrir mann. Það ekki það. En sko, hver það sem ákveður hverju má gera grínað? Það sko sannarlega ekki ég og ég held ef það væri til einhver svona ríkis bæklingur hvað má gera grína og hvað ekki, þá væri hann bæði alveg sko stjarnfræðilega langur og ekkert rosalega fyndinn eða bara ekkert fyndinn. En sko ég held mitt innlegg til að byrja með að ég held að það sé rosa gagnlegt fyrir okkur öll að svona staldra af og til við og spyrja okkur bara hverju eða hverjum ég að hlæjað og gera grínað og af hverju finnst mér þetta fyndið. Það svona mitt innlegg. Algjörlega. Hvað segir þið? Þetta náttúrulega kannski líka alltaf breytast, það ekki? Þetta mjög breytilegt. Þú veist, ef við erum að horfa á grín bara 80 eitthvað, þú veist, þá fær maður alveg í magan af því að sem bara eldist mjög illa og annað kannski betur. En þú veist, hvað segir þið? Eru þið að ritskoða ykkur þegar þið eruð að fremja grín? Þetta svona dálítið, sko, þetta svona dálítið eins og þegar maður að skrifa skaupið. Það rosalega áhugaverð stemming sem fylgir því. Og ég hef gert það núna 2018 og svo ég hitti fyrir það eitthvað og það rosalega gaman sko. En það alveg rosalega krefjandi af því að þú ert að skrifa með fólki sem að finnst kannski hlutin sem þú ert að koma með ekki fyndnir. Já, og ég að gera, veist, og svo erum við með eitthvað atvik sem átti sér stað í íslensku samfélagi kannski og mín sýn á það öðruvísi heldur en hinna sem að skrifa. Skilurðu? Mér finnst að fyndi að því að ég bara miðaldra hvítur karlmaður að gera grína einhverju svona en þá kom einhverju aðrir að segja að það miklu fyndnar að gera grína að miðaldra hvíta karlmanninu með hinnu, bara alveg svona spegill og þetta verður oft mjög skemmtilegar og áhugaverðar umræður
en svo þegar að maður kannski veislustjóri eitthvað staðar í 500 manna veislu þá maður ekki með sama prógram og þegar út með stand-up eitthvað staðar annar staðar sko. Nei, með slíka settingið einmitt, þú veist, þú tökur bara Sigursalinn, þar ertu komið með hóp fulla sala fólki sem mætt til að hlæja og til að heyra eitthvað sem aðeins á grensunni og yfir strikið, þú ertu kannski bara með 500 lyfjafræðinga og þau voru ekkert að endilega skrifa upp á að koma og heyra eitthvað sem algjörlega beyond akkurat, þau fóru bara ásatíð Advanja og þú varst veislustjóri fyrir vikið skilur, þau voru ekkert að borga sinn á það Nei, ok, en þú veist þá ef að þið væru með þú veist, fullan hóp af fótboltagaurum myndu þá leyfi ykkur að fara þú veist lengra heldur en að þið væru með hóp af þú veist háskólakennurum mér finnst þetta bara svona eins og til dæmis sko, þegar maður er skemmt á kallakvöldi þá leifir maður sér meira en maður gerir það líka þegar maður er skemmt á kvennakvöldi af því að því kellingarnar ekkert skárin við þegar maður lítur á þannig þegar þið eru komna saman í hóp búin að rífa tappana einn í hvítri og eitthvað þá eru þið alveg jafnmiklir villisingur og við erum bara manneskjur skilur við, en svo verður þetta oft svona, daldi, svona þegar að pörin koma saman þú ert að fara með konunni inn á ársatíð eitthvað, þá kannski það verður bara öðru í stemming. Þetta er mjög fyndið ef þú nefnir það, sko, mér veist einmitt sko, ég á vini sko, sem er bara geta að haga sig mjög illa og er bara frábærir, svo komaði með konunum þú veist, í eitthvað samhengi sko, þá er þau farin að vanda sig og svona aðeins settleri allir sko, og við samanlega með konukvöldin svona allt svona klúrt og neðanbeltist það er elskað það. Já, og það er náttúrulega bara það er alveg og það er náttúrulega sko og það er alveg fyndið ef það er bara vel matrétt. Já, og sko samhengi er líka það sem skiptir máli og ég held, þú veist, þegar stóri Facebook leikin verður, þú veist, að þá munum við öll vera cancelled að því að, þú veist, við grínumst svo sérstakt með hóp sem við treystum þú veist, og harkalega ef að bara spjallið mitt og vinkurinn myndi lega út þá væri allir bara eitthvað, þú ert hræðileg manneskjana skilur þannig að fyrir þau sem munu lesa mín spjall þegar að lekin verður, þú veist, þá er það samhengi sem skiptir máli þá er þetta bara, ég bið að heilsa frá Kamchatka ég er farin þetta er með eitt stór leikþáttur sko, og þú veist, í rauninni, við erum úr að setla sko, svo veit maður að þessar spjallgrúpur og matabóðin, það er bara hlutir sem eru að flakka, sem eru rætnir og ljótir gagvart náungunum sko. En ok, en ef við pælum aðeins í því, þú veist, ef að þið eru að ganga lengra svona í ákveðnum hóp, er það þá á kostnað einhvers hóp sem er ekki á svæðinu? Það er nú svona allur gangur á því sko. Ertu að tala um sko, þú veist, ég meina eins og til dæmis, já, líka eins og kannski eins og varst að tala um sko með viniðina sem að eiga konur og þeir koma síðan, þeir eru svona settlegri þegar þær eru á svæðinu þú veist, þarf kona að vera í rýminu til þess að kallmenn einhvern veginn tala ekki illa um konur Nei, ég segi það nú ekki nei. En þú veist, maður hefur nú alveg tekið sko, sagt grín sem ég myndi ekki segja ef viðkomandi væri í salnum sko. Já, ég skil og hef bara alveg brent mig á því að vera með bytt ákveði par og svona eftir á þegar var eitthvað sem þekktu þau sko, heyrði í mér og sagði bara, þú veist, þetta var, þú veist, svo var þetta ekki nóg að fyndi á mig sko, þetta þarf fyrst og fremst að vera fyndið, mér stæði líka að vera regla þú veist, það er að vera ekki að grína einhverju og sem þið fatlaðir eða eitthvað sem stamar eða eitthvað, þá verður það að vera fyndið annars er þetta bara boring sko skoti yfir markið en þú veist, að því að ég var einmitt að hugsa þetta fyrir þáttinn sko, það er oft talað um að það er sama hvaðan gott kemur en í gríni ég stend mig átt að því sko eins og ég þekki þig smá Sveppi og við höfum unnið saman og ég veit að þú ert ekki hræðileg manneskja og þá er ég tilbúin að gefa þér svona aðeins meiri afslátt á ýmsu það er nefnilega nákvæmlega þannig en svo þegar ég veit það ekki og þegar ég veit ekki kannski opinberlega, manneskja sem er að gera grín opinberlega og ég veit ekki eða finna ekki að opinberlega er manneskjan með sín prinsip á hreinu, að þá er ég ekki alveg tilbúin að hlæja að hverju sem er þannig að því leyti skiptir að einhverju máli, þú veist, sem uppistandari og manneskja sem er svona opinberlega að gera grín að hún sé skýra á sínum prinsipum. Já, mér finnst þetta til dæmis eins og nú er ég að byrja þetta í Sigursalnum þar sem að við erum með stand-up og það er náttúrulega, við erum alltaf ég er búin að vera í sömu vandræðum í 25 ár að það er pungalikt af mér sko, skilur við
Já, það er þú rosalega- laðar að þér við erum alltaf eitthvað Hrútana. að gaurast Já. skilur, og þetta eru strákarnir og þetta er 70 mínútur og þetta er draumarnir og nú erum við í Sigursalnum og við erum svo fegnir að saga garða sem með okkur sko, að það hálfaðurinn og Já. bara það, veist, að einfalda líf okkar aðeins Já. skilur, en hérna Þú ert með rosa sögu á bakinu já, Þetta langa byrjaði sögu hún er svo löng og hérna, þannig, og það er alveg svona veist, ég er með allt öðruvísi prógram heldur en til dæmis bara Ari Eldjárn skilur hann leifir sér, ég get leift mér að vera svona aðeins svona pínu krösti klán, svona reyður eða skilur svona pirrast út í eitthvað fólk eða einhvern skilur, en það er svo það leifir sér, veist, Björn Bragi með öðruvísi Jón Jónsson og allir MC Gauti og svona sko, það við þurfum og við setjumst alveg niður og ræðum þetta bara, veist, hvernig get ég executað þetta grín, ég er með grín mér finnst þetta fyndið, topic Já. hvernig getum við farið með þetta aðeins lengra og hvernig get ég executað það jafnvel þannig sko að hérna að það sé jafnvel eitthvað aðeins á mig hvað ég er vittlaus Já, heldur en að vera alltaf að benda vera jafnvel bara ég náttúrulega og veist eins og ég til dæmis í mínu þá er ég aðeins að vinna tala um hán og svona og þá ertu náttúrulega á sko hálum ís svolítið, Ælilega, já skilurðu en ég geri það líka bara þannig að ég er að tala um það með það bara hvað ég er Vittlaus og vitlaus. takmarkaður já og takmarkaður og og að skilur miða við kannski börnin mín en veist og svo er ég foreldra sem eru miklu vilsar en ég sko sem að veit ekki neitt Ég er bara viðurkenna fáfræðina og Já. einfeldnina í sjálfum Já. sér sko. En ef maður byrjar einmitt bara á þeim enda sko, og er búin að vera að gera grína sjálfum sér fyrst og svona leið öllum að hlæja að sér og hvað maður er í rauninni missetnaður alla kanta að þá fyrirgefst mjög margt svo í framhaldinu sko. akkurat Já, ég held að það sé, þú veist, svolítið það sem skiptir máli að því að, þú veist, góð brandari er bara pönslanið og þú þarft að svolítið svona hafa mitt samhengi til að skilja pönslanið og þegar það er búið að setja upp í samhengi bara, þú veist, ég er að gera grína mér, ég er ekki að gera grína konum af því þær eru svo asnalegar, ég er að gera grína mér fyrir svona mín innbyggðu viðhorf eða eitthvað svoleiðis, að þá er þetta allt öðruvísi og þú veist, og það er til alls konar sko fræðilegar kenningar húmór og ég er ekki að fara að tellja þær allir upp, engar áhyggjur en þú veist, mikið af því er að þú veist, eins og einn snýr það að við hlæjum og við getum hlegið bara ótrúlega óviðandi gríni með því að deyfa hjartað svona tímabundið og maður þekkir að einhver segir eitthvað sem er alveg bara svona stuðandi og þú bara svona hlærið bara á 0-1 og svo ertu bara eitthvað oh my god, akkur hló ég að þessu en þá er maður kannski ekki endilega að hlæja að því sem við verðum að tala maður er að hlæja að því þetta, þú veist, þetta bara svona greip þið off guard, þið finnst ekkit fyndið að einhver hefur lent í þessu mögulega raunveruleikunum, Nei. en þið finnst fyndið að það er verið að þú veist, leika með þetta, það er verið að tala um þetta, jafnvel er þetta þannig að þú veist, það er verið að tala um málefni sem er svo erfitt að ræða að við gætum ekki setið og verið bara eitthvað að ræða þetta þannig að við erum öll orðin bara Já, bara en við getum nálgast þetta topic með því að gera smá grínaði og gera grínaði hvað það er erfitt Og fólk þarf líka, það er í hverstöðunum með mitt í þessum, þú veist leikþætti og er alltaf og settlegt og er að passa sig og þetta allt skilur og er ekki að segja sömu hlutin en á hópspellinu það þarf að vera svona staðir eins og Sigursalurinn og Tjarnabí og það er svo ferðinn og það er einhvern veginn aðra leikreglu sko. Já. einmitt. Ég held það, já, mér finnst það líka það var bara fríríki sko, fyrir bara að segja allt og þá er það bara, þú veist, bara að regla sé bara að þetta sé fyndið sko. Og þú veist, ég man ekki hver sagði það við mig, það var eitthvað hérna, sem var að gera grín á föllum en getur alveg verið fyndið og hérna, og það var eitthvað sem stóð upp og fór og móðgæðist og fannst þetta bara agalegt sko, ófallaður svo eftir sýningunum þá hérna kemur fallar einstaklingur til hans bara, heiðu takk maður, takk fyrir að gera grín á okkur það er alltaf, skilur það miklu verra að vera þú veist, það öðri sem allir er bara við megum ekki gera grín á honum, skilur þá er þetta einhvern veginn, þetta er komið í andhverju sína sko. Akkurat. Þannig að við megum líka ekki vera ákveða fyrir einhverja minnihlutahópa hvað má og hvað ekki skilur. Nei. og sama eins og bara þegar við vorum að skrifa skaupi ég var með skets, mér langaði svo að fá sem sagt fatlaða einstaklinga til að leika fötluðu krakkana í með okkar eigin augum mér aðstöðu bara geggju hugum það var alltaf bara kleitur sig Já, bara fólk Sveppi, fara kaffi, gott eftir korter hefur bara að gera grínu öllu í sjónvarpi nema þeim skilur, Já, við einmitt. ekki bara láta eitthvað leika andra skilur Já, svona mannréttindi líka og þú tilherir með því að þessi gert grína þér 100%. líka Já. það er þinn réttur og svo er þetta náttúrulega hversu vel tekur svo, veist, eins og bara svona róst og svona þegar það er verið að skjóta á þig almennilega það er misjast hvernig bara fólk tekur í sumir hafa unun af því ég veistu bara eins og þegar vinir mínir er að gera grína mér og eru að nefna einhverja hluti sem að eru
réttir hvernig manneskja ég Já. þú ert svo mikill eitthvað bla 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 I love it sko. En það fer líka eftir hversu vel persóna situr í sjálfu sér. Sumir eru bara ekki búin að viðurkenna fyrir sjálfu sér eitthvað ákveðna hluti svo bent á og það er vont sko. En fyrir þá sem er eitthvað neða svona, þú veist, ég veit ég er 175 cm með þundurautt hár, skilurðu, þú veist, ég er ekkert að fara að vera reiður og eitthvað bendir mér á það sko. Þú veist, en eitthvað sem er ekki búin að sætta sig við það og er eitthvað neina afnætun og liftir alltaf hausnum svo það sést ekki hérna, hann verður reiður þegar hann er bent á það sko. En eigið þið eitthvað brandara sem þið hefur sagt annarkvæmt sviði eða einhverjum hóp þar sem að þið hefur eftir að vera bara eitthvað why, af hverju sagði ég þetta og Ég er ekki að segja Og var það, og þá stuðaðist einhver hópur eða einhver einstaklingur? Nei, sko, ég fyrstulega, þetta var saman ég nefndi á það var ég tala bara ákveðið fólk Já. í samfélaginu og mér fannst það bara óréttlátt og þetta var svona, og svo var þetta var bara ekki nógu vel unnið hjá mér þannig að þetta var svona eiginlega bara pathetic að því þú veist, það er líka svo mikilvæga partur, að því þú veist, eins og ég sagði á hann við höfum öll lent í að segja eitthvað brandara þú veist, sem er að kostna einhver, svo er maður bara eitthvað þetta var ekkert fyndið, það hló enginn og þetta var ömulegt og þú veist, og þá að geta sagt bara eitthvað sorry, þetta var ömuleg brandari og bara, ég ætlaði ekki að særa þig Gengur betur næst en við erum oft svo komin í, þú veist, við erum öll í varðarstöðu bara hvað sem við erum, þú veist, kallar eða konur eða kynsegin, þú veist við erum svo oft í varðarstöðu að því við erum bara einhvern veginn tilbúin sérstaklega á netinu ákveð það sé verið að gera grín að okkur og það sé verið að gera grín á kostnað einhvers og það sé hræðilegt að því að við erum ekki tilbúin að stoppa við erum bara eitthvað, ok, móðkæðast þú ég myndi ekki ákveð leðilegt, þetta átti bara að vera brandari þú veist, við erum öll komin í bara svona ertu ekki að grína þessu þú veist, sem að getur verið ótrúlega flókið sko. Þú nefndir á það sem þú varst að tala grín svona bara kaltar eins og þú sagt, skilur þú veist, ekki upp á sviði, heldur bara sem fellir grýtt að jarfi þú veist, ég á það til, skilur, út að maður er í sambandi bara ég og konu, skilur og þú veist, þið þekkið það að vera í sambandi það er ekki allt fallegt, sko, stundum er yfirst og svona, ég nota líka grín til að stinga, sko, þú veist Já, einmitt og þannig að þú veist að ég bæði nota grín bara til að það sé gaman hjá okkur og svo þegar ég ætla að benda á eitthvað þá gera ég í gríni og þá fyrir allt í háaloft sko. Já Það er svona þitt beittasta tól það er okkar besta vopn ég veit að vera í tölvuleikur sko. að stinga þess það fylgir þessu það gerir það sko. Já, einmitt en núna náttúrulega líka erum við einhvern veginn svona sem samfélag, þú veist að bæði einhvern veginn á sama tíma má allt og má ekkert ótrúlega flókir staða samt aldrei spennandi það því að allt í að þegar fólk er alltaf að segja við mig, þetta er náttúrulega fólk sem er ekki skemmtikraftar bara þetta er náttúrulega lítur að vera erfitt fyrir ykkur skemmtikraftar, þannig að það má ekki neitt sko. Það er einmitt akkurat núna sem er svo gaman að því að það er svo margt sem má ekki ef maður gerir það, þá er það svo skemmtilegt Mér finnst einmitt sko, þáttur bara að hlæja að vera kannski svolítið svona komin sko, hann hefði ekki getað verið fyrir 3-4 árum. Nei. Þú veist, hann getur verið núna. Mér finnst mjög margt hafa breyst, skilur við, þú veist, við fórum hingað og svo aðeins tilbaka, skilur við, svo gerist í svona efnum, sko. Þannig að mér finnst við vera komin á aftur tilbaka á kannski aðeins heilbrigðari stað. En það er líka svo margt í þessu, þetta er svona eins og til dæmis við erum í draumnum að gera alheimsdraumin og þar eru náttúrulega bara snýst allt að gera fyndið annarkvort og kostnað annara á okkur skiptir engu máli, bara hafa skal það sem að fyndnara reynist, endalaust og við vorum með sko, þegar við gerðum ameríska drauminn fyrir 15 árum þá vorum við með alls konar svona reglur sem við erum að gera það sem þú fær stig fyrir að gera alls konar og í ameríska draumnum fyrir 15 árum þá fengum við stig fyrir að lyfta Asíubúa Guð minn góður og við fengum líka stig fyrir að taka mynd af offitusjúkling Ég maður vel eftir þessu og manni fannst ekki það þá sko. Nei, þetta var bara funny shit lifting, hey can I hold you og eitthvað svona bara, hey gaman og eitthvað tralala Við gerum þetta ekki núna þessi regla, hún var tekin út strax eftir þetta Hún datt út Ég bara segja hvað ég er búin að þroskast Þú ert ótrúlega í vegferð Ótrúlega góður í vegferð Nei, skilu, og við erum alveg með og við ræðum þetta alveg þótt að við séum óttalega í vitleysingar og svona, þá erum við samt alltaf að pæla í þessu rosalega mikið, þó svo þegar maður kemur fram þá er maður bara, hvað segir ekki allir bara, eitthvað bulli, rugli tralala, þá er maður samt alltaf að ritskoða sjálfa sig að hluta til þó svo maður vilji stundum fara eins yfir og stundum ræður ekkert við þig að því að þú ert svo málglaður og tegir bara eitthvað tralala, sko, en við erum alveg að passa okkur við erum alveg að reyna að vera í takt við samfélagið eða svona En það er ekki líka svo, ég meina eins og ef að þið eru að
gera ykkur mat úr, þú veist, hérna til dæmis öllum þessum nýyrðum sem hafa komið með bara, hérna bættum réttindum hinsegin fólks, þú veist, hérna kvár og allt þetta, þú veist, já, skiptir ekki þá, þú veist, að því að eins og leikhús hefur þurft að fara í svolítið naflaskoðun varðandi bara ekkert okkur án okkar, það er krafa sem er bara frá mínum bæjardyrum síður nokkuð réttmætt krafa en þú veist, þegar þið eru að gera ykkur mat úr einhverju svona, þú veist, þarf það ekki að koma frá einhverjum þú veist, góðum stað, ég meina, þú veist þú sagðir matræða þetta rétt, en þú veist, hvað felst í því? Hvað felst í að matreiða hlutina rétt? Má gera grína öllu ef þú bara matreiðir það rétt? Það finnst mér. Já. En ég er alveg þar, en svo er maður náttúrulega, svo veit maður líka bara sín takmörk, sko, veist, eins og bara það að, eins og með kvár og allt þetta er mjög svona eldfimt hérna topic, sko. Já, því þarna náttúrulega líka á bakvið eru, þú veist, raunverulega manneskjur sem að kannski hafa þurft að bara gangi í gegnum rosa mikið mótlæti og þá er, þú veist, ótrúlega og þá getur verið stuðandi eða kemur manneskja í forréttindastöðu eða sem nýtur meiri forréttinda en viðkomandi og svona einhvern veginn já, þú veist, er hægt að gera það grín án þess að það sé á kostnað viðkomandi það snýr það þá að þér meira, þú veist, að þínum takmarkunum þarna myndi maður svona hvað þú ert lélegur í að hvað ég er mikill vitleysingur og segja hvað ég er að hugsa og fólk er að hlæja kannski að því hvað ég er miðaldra og það eru þetta fyndið, þú veist, allt þetta nýja sem er komið, það eru þetta fyndið að sjá straight kalla díla við þetta og setja þetta inn í einhvern veginn þetta sem nýja normið og þeir að reka svo að veggi og gera mistök og það er fyndið. Það er nefnilega rosa fyndið en það er líka fallegt af því að þar er fólk að gera sitt besta og er að reyna að þeim eitt, þú veist, temja sér það er ekkert fyndið að kemur upp bara hvað er málum með þessa trans akkurat, þú veist það er ekki fyrir matrislu það er gamla góða matrislu og það var til dæmis eins og það var sketch í Skaupinni fyrra sem tók tæklaði þetta aðeins var ógeðslega fyndið Katla Margrét að fara á kosti þegar hún var að reyna að fallbeita einhvern veginn að segja eitthvað það var ógeðslega vel executað grín og 90% þjóðunar eru bara allir þar sko og líka hinn þarna verið að kýla upp myndi ég segja skilur við. Já, það verið að kýla upp en kannski þú veist og fólk kannski skilur þetta á mismunandi hátt eftir því svona eftir ein takmörkunum og hvar það stendur í umræðinni sko og það er með, þú veist, maður þarf svolítið að vera meðvitaður ef maður er að kýla upp eða er maður að kýla niður og þú veist, ég held að mögulega er þið bara orðið frekar naskir í að greina það en svona hinn almenni borgari sem er að skrifa eitthvað djóka á Facebook er kannski ekki alltaf mjög meðvitaður það og ég held að vera bara gott að svona íhuga það stundum og ég man, þú veist, þegar ég var svona að skoða húmor í tengslu við rannsóknum mína þá var ég eitthvað svona skoða grúppur og þá fann ég eitthvað svona svartur húmor grúppu en svo fyrir neðan var svartur húmor fyrir lengra komna svo var sko svartur húmor fyrir ennþá lengra komna þannig að þú veist, þá er þessar hópar þú veist, byrja eitthvað svona svartur húmor við erum öll sammálum svartur húmor er fyndin en svo skiptist hópurinu, einhverju sem finnst eitthvað ekki alveg hitta og þá fara hinnir í sko lengra komnir og svo splittast þá hópur í einhverju sem er svona ok, við erum að fara of langt og þá er bara ok, ennþá lengra komnir veist, að því að þetta er alltaf bara spurning sko, þú veist, hvernig skilur þú húmorinn sjálfur og ert þú meðvitaður hvort þú setjast kílu upp eða niður veist, ert þú lengra komin í svartum húmor þú veist, og hvað þýðir það þannig að þetta er svona endalösa spurningar sem maður getur velt upp og tímasetningar og og ef maður fyrir að greina alla brandara þá hætta þær leið að vera fyndnir þú veist, leið að fara að vera eitthvað, hér er örugglega verið að gera grína þú veist þetta er eins og með froskin sko með froskin? Sko, það er sama með húmorinn og froskin ef þú krifur hann þá deyr hann sko. og fleiri dýr sko. Ég elskar það fyrst að ég held ég sé að abba þetta beint upp frá Gíslarúnari legendi en Facebook er líka svo vonlaus staður til þess að ætla einhvern veginn að þú veist rita mál er erfitt það er rosa erfitt það maður eru oft lent í því að senda maður er oft byrjað á einhverjum frábærum gríni og stróka það út og let it go sko af því að maður þorir ekki, maður nenni bara ekki
vesinin í kringu Nei, það, nei, mann enni því En ekki. svo eitt punktur sko með, svo svona tilrauna uppistand þegar maður kannski að prófa eitthvað efni og eitthvað svona sko, mér finnst sko að sko þá maður að prófa, ég kom til dæmis með brandar barnanýðinga á tilrauna uppistandi hann var ekki góður og vinur minn, mjög góð vinur minn sem ég treysti og tek mark á, hann sagði við mig Bolli, heyrðu ekki taka þennan aftur en mér er samt allt í lagi að ég hafi sagt hann þarna í, þú veist, að reyna að þróa stöffið, sjá, skilur fólk sem kemur svona til hann upp í standi, væntilega tilbúið að heyra eitthvað sem er kannski svona og þannig að þú veist, mér hefði þótt ógeðslega ósækjandi að þannig að þið kannski setið eitthvað sem hefði svo skrifað eitthvað eða þú veist, hangað á því sko. Já, líka mjög leiðilegt að það væri barnanýðingur í salnum sem hefði sagt bara, heyrðu, þetta er ekki þú að setja þess út á okkur Það er illa vegið á barnanýðingum hérna bara við, þessi stjætt við erum ósáttir Við erum mjög fámenn stjætt og við þurfum á öllum styrka að halda við stöndum Stefán saman hérna hjá stjættafélaginu, hann mun senda þér póst þetta er helgi, sko Þetta var til dæmis mjög fyndið Já, þetta er mjög fyndið Ég gerði grína barnani, ég talaði barnanýðinga í banna hlæja í sjónvarpinu sko. Ég var eiginlega að reyna að fá það til að fara í það og það vatt alveg upp á sig það var alveg vesen sem fylgdi því sko. En ég var samt alveg keikur með það grín sko. Mér finnst það gott og það er fyndið Nei, í alvörunni Það er fyndið af því að þú ert ekki barnanýðingur, eða þú veist Já, og það var líka ég var svona, það kom einhver frétt á Devaf og eitthvað svona sko, og allt í góð með það og einhver komment og alls konar svona sko, að ég væri ógíslegur og eitthvað og mér fannst það samt allt í lagi því að ég stend með þessu grínu og þetta er fyndið sko. Og það var kannski ekki líka fyrsta sem þú færði á því svona gegnum tíðina Nei, ekki þannig sko. Skin in the game Já, og þetta er svo mikill stormur í vasklasi oft Veist, ég fór aðeins að kanna þetta mál ég fór að kíkja á þetta, ég fór að lesa þetta var frétt á Devaf og einhverju fór að senda mér bara shit, þetta er búin að sjá fréttin og ég er nú svona lúmskaman að þessu og svo fyrir ég að skoða hvaðan þetta kemur þá kemur þetta frá mæðratips þar sem að þær er ekki ennþá búin að samþykja mig inn Nei. á Facebook síðunni þar Þráttur að þú sért móðir til margra ára og það var eitthvað sem að fór bara spjall þáttinn bara sáu þið banna að hlæja og hún fór út aldrei yfir strikki hans Sveppi og einhver skrifar, mér fannst það bara alltaf lagi þetta var ógíslegt og svo er þetta bara 130 komment og margt jákvætt, sumt neikvætt, sumt bara fólk að velta fyrir og ég skil þennan vettvang, þetta er bara mæðratips, er bara vettvangur fyrir mæður að spjalla saman það kemur okkur ekkert við, skilu og allt sem að gerist þar á ekkert heim í fjölmiðlum Alls ekki þetta eru bara þið að tala saman það er til eitthvað sem þið kallatips það er til alls konar grúppur sem fólk er bara að spjalla saman og það á ekkert að vera að fara með það út í samfélagið og þá er alltaf Devaf búið að gera frétt og þá eru komment undir það, já hann er ógeðslegur og hann er ömulegur, eitthvað ble allt í springur þetta og dafnar einhvern veginn í einhverju svona bullshit sko, fyrir eitthvað klikk Mér líður smá eins og þetta moment þegar þetta gerðist mér líður smá eins og það hafi verið turning point fyrir þessa þætti hvort að við ætlum bara samþykja þú skilur, það spratt upp umræða og svo eftir þetta þú veist, finnst mér allir bara segja nákvæmlega sem kemur og enginn er að pæla í því þannig þetta var svona einhvern veginn þetta var svona orðaræðis að þurft að taka svo eftir það, þá er bara ok, við megum gera grín á öllu setja bara markið hátt í upphafi bara Sveppi, segja eitthvað velgótt við þurfum að fá samþykja fyrir Nei, þetta var alveg heilmikið debatt út af þessu þætti ég Auddi hringdi í mig og sagði bara við erum aðeins að veltaði fyrir okkur sko, hvort við hafa hann að brandara inni eða taka hann út, hvað segir þú? Ég bara, mér er alveg sama og ég helst hafa hann inni af því að þetta er það sem þetta snýst þetta er að reyna að láta og eins og þú ert að segja, skilur stundu segir maður eitthvað sem er svo langt yfir striki að þú ferð bara ósjálfrátt að hlæja og svo fattar bara, þetta var ekki eins og fyndið, þetta var bara mesta þvæli sem ég heyrt, þetta var ógíslegt Ég var reyndar einmitt að hugsa sko þetta dæmi þegar ég var að segja þetta því að ég horfði á þetta með mannum mínum og við bæði bara, svo var ég bara oh my god, af hverju ég að hlæja sig Já, það þegar Jói Ásbjörns segir svo kannski er ég bara ekki búin að hitta rétta barnið sko og það er brjálæðislega fyndið það er líka brjálæðislega crazy skilur leiðum maður að byrja að greina það þá er maður eitthvað, einmitt, þetta er hræðilegt mál og þú veist en við vitum líka að þú ert ekki að hlæja því að það sé til barnaníðingar og þú veist, og þú getur gert þetta því við treystum því að þú sér bara, eins og Birna segir bara fínasta manneskja en einhver annar sem þetta er til dæmis spurningin hvernig maður matri er grín held ég kannski En að því að við erum að tala svona
kallmenn að því að konur, þú veist, finnst mér hafa náttúrulega forever þurft að pakka sér saman í svolítið svona þægilegt áferðafallegt form sem að er auðvelt að gleypa og pakka öllu sínu inn í þetta sama form mjög þægilegt sko. Já. En núna svona kannski á síðustu áratugum hafa kallmenn þurft að gera þetta sama og það er svona já, það fer ekkert eitthvað æðislega vel onni alla kallmenn að þurfa að taka tillit og þurfa að, þú veist, að megi ekki segja bara hvað sem er, hvenær sem er, við hvern sem er af því bara og gera hvað sem er og gera hvað sem er ég held að til dæmis bara svartur húmor hafi orðið ennþá svartari inn í lokuðum hópum því að menn voru bara eitthvað svo bældir síðust árin sko. Já, veist, ég held að það hafi haft þannig áhrif að einhvern veginn menn verður svona reiðir sko. Upplifið þið það? Nei, ég held líka bara að það sé bara ágætt sko. já. Það er nefnilega líka alveg rosalega mikið að köllum eins og okkur sem eru ekki fyndnir og segja lélega brandar á kaffistofunni sem að mega alveg vera bara inn í grúppunni þeirra, og eru meiðandi og eru hvorki fyndnir nýja ígrundaðir nýja byggðir á einhverju líu Nei, bara jafnvel og þeir eru ekki einu sinni eitthvað vondi menn, þeir eru bara að reyna að vera fyndnir og segja eitthvað einhverja konu áttu nú ekki að vera bara inn í eldhúsi það er bara svona, ok, taktlaust eða skilur og þá er það bara eitthvað siggi í markastildinni sem er bara fattar ekki á bara að vera í markasteldinni skilur og einbjönda sér að því sko, markasetja hluti ekki markasetja sér degi grín Nei, alls ekki þannig að ég vil alveg meina að að veist, eins og bara með öllu þessu sem er búið að gera síðustu ár með Me Too og öllu þessu þar sem er verið aðeins að spynna í skilur ég held að það sé bara þó svo sé alveg margt sem að veist, sem að er sem að þarf kannski að tala með eitthvað að hlutinir hafa verið kannski ekki gerir réttir en þá svona í heildina litið þá er búið að ýta aðeins við skipinu sko Já, og maður sér líka, þú veist, að konur er í auknum mæli síðustu ár og jafnvel svona áratugi verið að nota líka grínið sem sitt eigi barátutæki, þú veist, við þessu ójafnrétti sem að hefur verið og það er líka, þú veist, að því maður er svo vanur að hugsa grín sem bara eitthvað svona hversdagslegt sem skiptir ekki öllu máli og þetta er bara eitthvað svona, þú veist, ekki neitt en grín er líka ótrúlega mikið valdatæki og þú veist, þegar Siggi í markasteildinni segir óviðandi brandarinn á kaffistofu það eru 3 sem hlæja og þá getur maður svolítið svona, já, ok, þið deili einhverjum skoðunum þið eru svona fólk, ok? Já, maður getur svolítið svona, þú veist, að því hláturinn er ákveðin gjaldmiðl, hann er bara svolítið svona eitthvað, já, ok, við erum sammála því við hlóum að þessu við deilum einhverju þannig að þetta líka, þú veist, hefur verið rosa mikið tæki fyrir konur til þess að svona setja stundum mjög hræðilegan veruleika upp í eitthvað svona grín og svo sér maður bara eitthvað, ok, hún hló við erum sammála, þetta er geggjað, við erum we're a team við erum báðir umulegi menn Já, einmitt Já, það er alveg rétt sko Ég fór til dæmis uppstandari, hann er Birnu Rún uppstandari, kvenkis uppstandari þú veist, þú varst að tala þetta að matreiða og búa til eitthvað svona næði sem allir, þú veist, ég held að það sé svolítið búið sko Ok, já, við sem komin svona, við erum búin í fyrir kvenkis grínara þá held ég að það sé ekki raunveruleiki sko, fyrir þær í dag myndi ég halda Akkurat, enda þú veist, eru líka konur í uppistandi vilja sjálfsögðu líka ná til kalla það vilja ekki bara konur í áhörðarsal þar vilja bara öll kyn og það er mjög gaman að heyra konur gera grín að köllum og það er bara æðislegt því að þetta er náttúrulega furðulega verður sko. Já, og þú veist, hitt var náttúrulega orðið svolítið þreytt sko. Mjög þú veist, á tímabili skilur og auðvitað svona uppistand senan var rosalega kallæg það er aðeins búið að breytast en ég held, er það ekki líka þannig að þú veist, um leið að eru komnir fleiri að borðinu og þú veist, þetta er ekki bara eitthvað svona rúta stemming að þá, það græða allir á því þú veist Alveg saman, það er ekkert fyndin heldur að hlusta á einhvern kvenkyns uppistandar að gera grín að því hvernig miðaldra kall er og pinpointa alls konar hluti sem ég kannski þekki í mínu sambandi við mína konu og er aðeins að íta við ekkert alltaf íta við mér, bara segja fyndið segja fyndið og eitthvað sem þú tengi við það er alltaf fyndnast það er ógeðslega gaman sko. Heldur betur Þannig að þið myndu segja bara
hvað grín varðar að þá græðum við á jafnrétti 100% sko. Já. ekki? Jú, alltaf það var líka fáránlegt ef ég myndi segja eitthvað annað en að nú sko, bara Þú varst bara að lofa með konunni. mikrofón og kameru já, samt sko, það mega náttúrulega alveg ekkert að vera anan heitt Mér finnst að vaða upp í þess að dag og ég er bara ekki samræður með jafnréttis. það er gaman að pæla í þessu sko. Nei, það var grín. Þetta var grín, já, Með gott, þetta við skulum síðasta, bara mikilvægt að koma inn á það Maður veit að einhver er að horfa sko. Nei, það er rétt og hvernig fólk tekur hlutunum en sko, hérna lítið á okkur sem fyrirmyndir Mér finnst það mjög erfitt sko. Já, Ég hugsa alltaf að ég ætla að vera einn daginn þegar hún er fullorðin sko. ok Almennilega fullorðin. En þú veist, leið og maður er komin, ég meina eins og þú Sveppi leið og ég fór eins og með sveppa á Hellisand Shit. Ég var eins og með sveppa á hérna Hellisandi og Rifi og Ólasvík hérna Snæfellsnesinu í bara í 2 vikur eða eitthvað vorum við hana að æfa leikrit og það var eins og að vera með Mick Jagger á Snæfellsnesi meira svona sem að vera með Mikka Mús Já, ok, En það er rétt líka Það þekki allir mika mús sko. Já, nema hvað að þú veist það var alveg sama hvort við fórum ég veist, ég man við fórum í sund já, og það var þú veist, það var þverskurðurinn af samfélaginu og það voru allir á öllum, konur, kallar, börn á öllum aldri og við fórum í sund og það kom bara eitthvað gamall kall og bara eitthvað blessaður gaman að sjá þig hérna. Sverrisson já og bara ég verði að fá að taka í spaðan að þér þakkaði fyrir bara allt sem þú hefur gert ég þarf að segja þér líka svolítið já. Ég var alltaf fílaður sko. ég þarf að segja þér og í sömu sundlagaferð var bara einhverja 10 ára stelpur bara Sveppi, hvert að fara? Þetta kærastæðin, hvað að gera? Ekki fara og það var ótrúlegt Ég veit ekki að það Sveppi fyrirmynd. kom labbati hérna upp Já. á það Mér var gaman að sjá hann sko. Já. Þannig fígura sko. Já, þetta er mjög sérstætt sko. það er náttúrulega þegar ég byrjaði í barnatímanum á Stöð 2 það er svona veist, þetta er náttúrulega byrjaði líka bara í 70 mínútum og það er allt sko. að maður verður svo mikið í andlitun á fólki og með barnatímanum þá fann ég svona mögulega einhvers konar fyrirmyndar feeling Ok. það að vera einhver smá fyrirmynd sko. en ég hef samt aldrei verið neitt sérstaklega góð fyrirmynd nei, einmitt, ég var að ræða það já, það er Hrifja það. nei, menn að veist, ég reykti sígarettur ég var alltaf að fela mig að reykja ekstra bak við húsa því að veist, ég held að vera einhverju krakkar ég vildi aldrei láta neitt sjá mig reykja Nei. samt reykti ég Já. og fannst það ekki eðlilega gaman sko. Já. og hérna Það er gott. og sko, svo náttúrulega hætti ég því en veist, það var, ég passaði mig alveg á svona alls konar hlutum veist, ég gaf allum gaum og geri það ennþá svona eftir fremsta megni veist, stundum er ég bara önnur og þá er það bara þannig og þá kannski var þessi 10 ára krakki ekki jafn heppin og einhver annar í sundi eða eitthvað skilur bara að ég nefndi ekki að tala við hann eða gaf hann ekki gaum eða horfði ekki augun á neinum eða eitthvað stundum líkur ótrúlega vel á mér og þá er ótrúlega gaman að hitta mig Já. það er bara alls konar, bara dagsformið en ég er alveg meðvitaður og við strákarnir í trúðalestinni alveg meðvitaður að við erum svona ákveðna fyrirmyndir sko. og reynum það alveg svona en við erum náttúrulega líka bara vilsingar sko. þannig eins og við öll náttúrulega Það því náttúrulega að þú veist geti, þú veist, já, fylgir því kannski, myndi einhver segja, ákveðin ábyrgð að hafa svona, þú veist, að geta, vera með bara fullt af óhörnuðum framheilum og geta móta það og geta planta þar alls konar fræjum, góðum eða slæmum. Já. En allir þessir framheila sköðuðu vilsingar eiga líka foreldra sko, Já. sem að ættu líka geta tekið í taumana ef að allir þessir framheila sköðuðu vilsingar eru farinir að tala eins og Gils til dæmis. Já. Þá verðum við að íta því heim í foreldrahúsi. Já, en ég minna þú Það veist, er góð punktur en ok, að því að þú nefnir þetta fyrrabræði, ekki ég. Bara fyrir þig. Þú veist, er hérna þú veist, finnur þú til einhverjar ábyrðar gagnvart, eða er það bara foreldrana, þú veist, finnur þú til einhverjar ábyrðar gagnvart börnum og gagnvart, veist, ég veit það ekki jaðarsettum hópum í barnahópi eða bara jaðarsettum hópum almennt, þú veist, að passa hvað þú segir og að vera upplýstur og kannski stinga ekki of harkalega á ákveðna hópa.
eða bara, þú veist, hafa skal það sem fyndnara reynist alltaf óháð í hvort einhver stuðar Nei, alls Nei, ekki sko. nei. Ég er alveg Ég held að Sveppi gæti ekki verið svona vinsæll ef hann væri að hugsa þetta ef hann væri, Ef hann væri alltaf að hugsa svona Já. þá væri hann ekki svona vinsæll Nei. Hann er svona vinsæll út af því að hann er ekki með filterinn og hann er ekki að ritskoða sig ekki Já, til í því. það meikar alveg sens sko. og ég hef farið, veist, ég fer og hitti hérna krakka með þroskaskerðingu upp í Reykjadal og ég hef farið í sumabúðir og er bara með þeim í nokkra klukkutíma að sitja og spjalla við þau og hef, veist, það foreldrar hafa hringt í mig út af því að þau eiga kannski krakka sem eru að barnaspítal hringsins og eina sem að krakkin talar er að vilja hitta Sveppa, þá fer ég bara upp á barnaspítal hringsins og hitti krakka skítinn og tala bara við hann gefa hana bara gaum og sendi foreldrana bara á te og kaffi á meðan og við bara förum aðeins yfir stöðuna og eitthvað svona og veist, mér finnst það bara, það er æðislegt sko. Og sumir einhverfi krakkar hafa bitið eitthvað í sig að því að þau eru að horfa einhverju Sveppamyndir og þau bara einu skiptin sem þau sýna ykkur svipri, það er þegar ég byrtast skjánum og þá hringja foreldrarnir í mig og beða mig að koma, þá fer ég bara að hitta hann skilu, ekkert vesen Nei. en ég get alveg gert svona líka grína þess öllu skilur, veist, það bara veist, hérna veist, ég veit ekki svo vondur brandari samt en það er svo gáðan að segja hann, veist, það er hver einasti dánsari á landinu er frændi minn sko, Já, sem er úrslega skemmtilegt já, og þú ert frændi minn og allt þetta og ég bara gefði hann gaum en ég get líka alveg gert grína þeim stundum, veist, það er strákur sem ég þekki sem heitir Sveinbjörn og er í hjólastól og honum finnst ég alveg frábæri hver skipti sem að ég sé hann sko, þá lappa ég alltaf að teki hjólastólinn og rúla honum út í hotn og læta hann snúa baki í giggi sko og alltaf bara svona, ég nenni ekki að hafa þennan gæja hérna, burtu með hann, ég vil ekki sjá þig þarna í þessum hjólastól, tek hann bara og rúla honum út í hotn og hann öskar og hlátur sko honum finnst þetta ekki eðlilega að fyndi sko, þegar ég er eitthvað ídómi í burtu og það er eitthvað svona stemming og bara galsi og grín en þetta er allt bara með stóru hjarta sko ég held að það sé kannski líka aftur mitt punkturinn, þú veist að þú myndir aldrei gera þetta og aldrei grínast í þeim eitthvað en þú grínast með allt annað en þú lætir þá alveg vera þá bara og ekki að tjóka með okkur Já, akkurat skilja okkur út undan Já, einmitt sko akkurat, Já, þá Er ertu þetta- kannski orðin svona ósýnilegur í samfélaginu ef að þú ert aldrei partur af gríninu sko. Nei, það er miklu verra sko. Já, bara eins og þetta á landi að ef þú ert ekki tekin fyrir á þorrablótinu sko, Já. Já. hvað Þá varstu þarftu það að bara endurskoða. dauður allt árið eða hvað varstu að gera? og það fari Og svo- markmiðasetningur í næsta Já. ár sko. og svo er þetta ekkert endilega spurningum að gera grín að einhverjum, þetta er bara spurningum að vera í einhverjum svona gríni Já. og galsa sko Einmitt. þetta þarf ekki að vera eitthvað, hei, hvað, áttu ekki efna á nýju stóla um ekki, skilu mamma og pappi bara grunnskólakennarar þetta er að gera grína hilli stjætt en alltaf en skilur, það er ekkert endilega þannig, það er meira bara svona einhver galsi sko, má ég prófa stólinn eða eitthvað, veist alltaf ekki að standa upp og klappa En hvað finnst ykkur svona orðræðuna konur, þú veist og þá kannski konur og kynsegin, konur og kvára í bæði, þú veist, í opinberu rými en líka í svona þrengra rými, bara þið sem kallar, upplifið þið það að það sé og kannski þú líka þú veist, sem kona, finnst ykkur þetta að vera breytt, þú veist, að því að kannski er þetta farið meira úr, þú veist, það var svona þetta locker room spjall var rosa fyrirferða mikið á einhverjum tíma, var rosa mikið að vera að tala um það finnst ykkur kallmenn almennt séð svona búin að taka sér saman í andlitinu? Ég veit það ekki alveg já, Nei. þú veist, ég held kannski að mann hafi ekki verið í nógu og toxic bara vinahóp Nei, akkurat fyrirfram sko. En það sko lokkarum stemningi verður alltaf það sem kallar eru einir og koma saman og það er rosalega mikilvægt fyrir kallmenn að koma og tala skít og fá aðeins útrás fyrir sér og því sem er gangi það, já, ég veit það, ég held að það væri alltaf til þú veist, þessi klefastemning og ég Já. held að hún sem kallmenn er mjög mikilvæg og ég held það sko Það er mjög áhugavert, Já. hvað þú veist, þetta er bara svona, þetta er bara outlet fyrir okkur sko En ég vil alveg menna það, ég ólst upp sko í Breiðholtinu og spilaði fótbolta með IR og handbolta og upplýði klefa stemmingu alveg eins og hún gerist best Já. sko. já, Þú hefur verið góður klefan skástrík verst Það var kannski. svo gaman veist, en það snerist ekkit um einhverja konur Nei, konur skipti engu máli, þetta snerist bara um að pissa á gæjan sem var með sjampó í hárinu sko. Já.
það heldur fyrir forðuna svo pissar og sprengir verður á svona sprengja sko. sprengja á sumur voru betri því en aðrir Já, það já. er sem er með mikla forhúð sko. og veist, ef eitthvað var með ómikið sjampó í hárinu þá sprautaði maður alltaf meira og meira og hann var alltaf að reyna að skóla og Hún er alveg fekk í geðveikur. augun og svo setti maður alltaf smá meira og meira og hann var bara gæs, hvað er Já, að gera? vatn samt þá. Nei, Nei, sápu. sjampó Já, sjampó, já. Ég var Alltaf meira og meira ekki, var ekki viss hvort þú var með það Nei, til pissi, nei, sko. Nei. Og það, veist, þetta er bara svoleiðis og einhver tekur allar nærbúksurnar og setur þær onni í töskuna hjá einum og hann er bara, hvað er hérna? Hann er að leita nærbúksunum sínum og þær eru allar onni í tösku hjá Bjarna, sko. Bara, veist, það er svona locker room eitthvað. Þetta snýst ekkert, meðan þetta aldrei snúast neitt eitthvað mikið konu. En þetta, fyrir mér breykkaði þetta bara á mig bakið og ekki endilega gerði það að þeim manni sem ég er í dag en ég er bara umburðalindi fyrir grínika hvert sjálfu mér því að veist, ég var bara lítill og asnalegur líka inn í klefa sko en mér varst það bara stemming sko ég var tekin alveg og hengdur upp á nærbuksunum á einhvern snaga sko því að ég var svo lettur og það eru þetta eitthvað sem er að hlusta núna sem er bara herðu þú veist þetta er Ekki gott sem er að heilbrigt, segja já. og ekki heilbrigt sko ok og eitthvað sem hefur verið inn í klefa og ekki liðið vel Já, já. og það eru þetta Já. alltaf Já, eitthvað 100%. tilvík og að er svona heilt yfir og þegar menn líka hætta í þóttum svona það er bara shit hvað er ég sagt með þess að koma í klefan það er bara einmitt, við tölum fríríki bara eins og mæti síkusalinn eða eitthvað þú veist það er bara aðra reglur og ég held að við verðum að eiga staði sem eru þannig sko. Algjörlega, en ég held, þú veist, það sem að mér finnst svona kannski búið að breytast, þú veist, bæði einhvern veginn finnst mér hlutinni mjög breyttir og ekkert breyttir, en það sem er kannski mikilvægt eins og með svona, þú veist, lokkur stemningu eða þess að lokuðu hópa er bara, þú veist, ég kem alltaf inn með einhverja dánera, þú veist, er að við þurfum að vera meðvituð hverjir er inn í rýminu með okkur og þú veist, ef við erum alltaf að pissa á hvern annan, þú veist, eru allir að taka því með sama hætti eða er einhver sem er bara að internalisa Mér finnst sko, þetta verður svona bræðarlag við erum í hópíþrótt til dæmis, við erum að keppa saman skilur, við förum út af öllinu með samrænt markmið ég upplegaði allan þannig, en ég var kannski ekki harrast á klúbnum, það var í þróttur Reykjavík og örgulega meira tóksekana hjá íringum sko ég myndi halda það allavega það er bara Dóri Gylfa og Bollarinn og allavega þú veist þannig að það er líka næmni skilur þú veist fyrir því út að við erum ekki bara skilur það er næmni þú veist hann var hengtur upp á snæð og sveppi gat tekið svo kannski næsti ekki skilur þannig að þú veist það verður líka treysta strákum fyrir að vera með næmni auðvitað eru þetta ekki alltaf svona, þetta er ekki einsleitt en heilt yfir það held ég að svona strákahópar það er meira heilbrigð í þeim stundum heldur Já, heldur þeim að gefa kredit fyrir Já, einmitt og maður var heldur ekkert eitthvað að pikka veist, maður vissi bara hverju var í stemmingu fyrir einhver rugli og þvælu og hanga lengur inn í klefa og vera í styrtu lengur eitthvað og maður er fljótur að sikta út þú ert ekkert að reyna að vera vondur við einhvern sem að fer bara að grenja og fer bara heim skilur og vill ekki æfa skilur Já, en ég held að það sé kannski stóra breytingin í dag sem ég upplifi allavega er að veist, við erum á stærri hópur sem erum þarna veist, við erum bara eitthvað, já, ok, ég veit að þau geta tekið ég gera það hérna, ég gera ekki þig veist, við erum orðið miklu duglegri og duglegri bara að eiga samtali og vera bara, þetta ekki fyndi, ok, ekkert mál fyrirgeðu sko. en á sama tíma er það kannski svona hópur sem stendur fyrir utan það sem að, þú veist, fer bara í hérna, svartur húmor fyrir ennþá lengra komna grúpa 5 eða eitthvað þú veist, og þar er verið að nota húmor sem er ekki lengur gálgahúmor eða einhver svona svartur húmor það er bara að vera að nota pjúra hatushúmor og það er náttúrulega fullt af ungum kallmenn sem eru reiðir og bældir og í tapstöðu í íslensku samfélagi og upplifa sig sem lúsera og þeir eru með segja ógeðslega hluti og ömurlegt grín það er bara til fullt af henni En hvað getum við gert til þess að mæta þessum hópi? Ég veit það ekki bjóðum á hótel og tveggja nótta og breakfast og nei, ég ekki hugða Nei, einmitt Þú veist, ég veit ekki ég held um alveg þú veist sko, ok, gott að við sem ekki beinni þetta er allan eitthvað sem ég hefur að hugsa núna ég held að, þú veist, síðustu ár þá fókusu fór af ungum karlmennum, ungum drengjum sem var alast upp, skilur og það var svolítið bara, þið eruð fyrst og fremst gerendur í samfélaginu og ég held að það verið upplöðari, ég er ekki að segja að fólk hafi verið að reyna að segja en ég hef heyrt marga tala það og marga foreldra sem eigi unga drengi tala það að drenginu þeirra sko, þeir komu út úr þessu tímabili með svona bara, við erum ekki á dagskrá, við eigum ekki að vaða uppi og það er búið að berja það niður skólakerfið er ekki
endilega búið til fyrir unga drengi með, þú veist, framheila sem ekki að virka og allt þetta og allar þessar greiningar og dót og þeir eru þar strax byrjaðir í tapstöðu og svo líka verið að segja við á að þeir séu ekki alveg nóg góðir. Ég held að margir hafi komið út úr þessu tímabilið þannig og ég held að við séum með stóran hópa ungum mönnum sem eru reiðir, bældir og upplöfðu sig í tapstöðu og það eru náttúrulega bara hættulegustu gaurar í samfélaginu. Akkurat. Held að. Svo bara klippið þetta út ef þetta er vitlu sko. Nei, þetta er geggjað þetta er bara geggjað punktur sko. Ég meina þetta er náttúrulega bara staðan Já. og það grín sem að sko kviknar oft innan þessa hóps, þú veist, það er ekki lengur eitthvað svona sem er dulbuð, það er oft bara pjúra hatur og þar er verið að nota hláturinn sem gjaldmiðil, bara við erum saman þetta, þú veist, þetta, hérna þú veist, þar er hláturinn orðin pínu hættulegur, sko. Já, bara 100%. En þar kemur líka kannski einhver ábyrðin svona að því að, þú veist, ákveðin hópur grínista, þú veist, getur verið svona kannski ákveðin brú, þú veist, þegar þú ert með, þú veist, þegar þú nærð til svona breiðshóps, að þú ert kannski að ná inn í þennan hóp, skilurðu, að þá, þú veist, er þá hægt kannski að einhvern veginn, ef að viðkomandi er með mjög skýr prinsip, að ná einhvern veginn, þó það sé ekki nema litlu leiti aðeins að kynda undir einhverjum pínlítið öðruvísi hugmyndum en þessari, ná að losum smá reiði, ná að, ég veit það ekki. Ég meina eins og Sveppi, þú ert náttúrulega með bara sjúklega breiðan og ungir kallmenn Já, ég held að allir þessi kallmenn sem við vorst að nefna séu svona in my fanbase Þannig að Sveppi, það sem þú ert að vera að gera núna þú ert að fara að ná til næðinu Já, þú ert að fara að breyta heiminum Nei, ég veit að þetta er ógeðslega erfitt sko og hérna maður veit ekki alveg hvernig maður getur leist þetta mál 1 og 3, en við erum samt alveg búin að gera, mér finnst þetta alveg að vera búin að stíga alveg rosalega stórt skref síðustu ár. Já, ég sammála. Mér finnst það og til hins betra þó svo að það sé alls konar sem að hérna, má setja út á eða eitthvað sko, að þá hefur stígi mjög þarft skref sko, af því að mér líður bara þannig að þessi, veist, ég meina við veist, ég á hérna 2 syni sem eru, veist, 19 og eitthvað og veist, við erum að tala við hann þetta náttúrulega veist, þetta skapar umræðu á heimilinu ef að heimilisaðstöðar eru þokkalegar að það skapar þetta umræðu bara við mataborðið þar sem að við erum bara að ræða saman fjölskyldan, mamma og pappi og bara, veist, þó svo að þú sett hérna 19 ára drengur og tralala þá má þú veist, burt sér frá því að þú sett að virða mörk stúlkna, þá má þú líka setja þér þín mörk skilurðu, þú ert ekkert undanskilin því alls konar svona og bara og hérna, og þú ert, veist, ef að stelpa er á túri í skólanum og hvítum buxum og það komið rautt í klofið á henni, þá ert þú ekkert að fara að segja viniðinu frá því, þú labba bara með úlpuna þína og setur utanum og segir bara, heyrðu, þú ættir að fara inn á klósett, skilu, í staðin fyrir að gera grína því, þannig að hún var eitthvað aðhlátusefni, af því að það er svo margir aðrir vettvangar til þess að vera fyndin og sniðugur, heldur en kannski akkurat í þessu, skilu, og ef foreldrarnir eiga samtali börnin sín, þá er ég að tala um úlingana sína og þá held ég að, veist, eina sem við getum gert er náttúrulega bara að bíða eftir að þessi miðaldra gröðu kallar degi, skilur og við séum að ala börnin okkar upp þannig að samfélagi verið betra, þetta er allt spurning um tíma sko, það eru fullt af fólki sem þarf að deyja svo verður allt betra Já, við látum þetta vera leika En þú segir miðald, ert þú ekki miðald að græða kall? Eða ert að tala Jú, ég er svo góður og skemmtilegur Jú, ég er í bölvu basli en ég er samt svona að reyna, ég er í bata ég er að reyna, veit, ég tala við dóttir mína ég tala þetta í stand-upinu mínu í Sigursalnum með þetta kynslóðabil, skilu, ég er alveg í smá ströggli með hán og hín og ég er aðeins að svona reyna að læra inn á þetta Það er nýja tala þetta, hín er til sko frá Kína og hérna, og bur, skilur ég hérna á í smá ströggli með það líka en ég er að reyna að vera betri manneska og ég gerir grín sjálfur mér fyrir það hvað ég er vitlaus í þessu og allt þetta veit, hérna, og dóttir mín ránkólfir augunum yfir mér, skilur og meðan mamma skilur ekkert hvað ég er að tala þegar við fyrir, skilur og það verður líka bara... sko, með það, ég myndi eins og gamla fólki okkar þú veist við skulum ekki setja fókusun á það þeim bara, þú veist, það er svona þú veist, við breytum, þú veist, það er sumt sem verður bara að fá að vera eins og það er sko þú veist já, þetta er bara, veist, ég veit ekki hvort að þetta make einhvern sens sko, maður þarf að líta á þetta eins og Afríku einhvern veginn sko, veist, þú ert ekki einblín á við þurfum að mennta
börn í Afríku við þurfum ekki að sinna gamla fólki, við býðum bara til að það degi og einbytta okkur að koma til kynslu til þess að gera heiminn betri. En hvað já, einmitt. En svona, já, einmitt, hvað þetta að gera fyrir þessa ungu menn, sko? Það rosa góð spurning, sko. Það mjög flókið. Já. En ég held að, ég held samt sem áður núna að við séum komin á okkur góðan balans, sko. Þurftum að fara í ákveðin átt þegar þurftum að taka ákveðnum málum í samfélaginu. Það bara, ég held að segja allir sammála því. Og það alltaf eitthvað fórnarkostnaður og kannski bara, sitja upp með hann, sko. Já. Hvort það lagað, ég veit það ekki, vonandi. En kannski líka með svona aukinni mýkt og þáttöku karlmanna inn á heimilinu, þú veist að þeir sem eru feður núna, feður ungra drengja núna, eru kannski oft, en ekki alltaf, aðeins meðvitaðri eða hvað. Ég treysti vinum mínum alveg þvílitt mikið fyrir að alveg góða drengi, sko. Já. Já, en ég á líka vin, bara mjög góð vinur minn, skilu, hann var sendið mér eitthvað tíma eitthvað Snapchat eða vídeo eða eitthvað að syni sínum þar sem að sonur hans var að setja á sig naglalakk með mömmu sinni og hann eitthvað, hvað, ertu hommi? Og eitthvað svona og ég var alveg bara svona ég ætla ekki að læka þetta ég ætla ekki að setja hláturkall á þetta af því að, come on maður þetta er bara eitthvað grín sem að nota bara hérna, 83 bara með naglalakk, ertu hommi? Þetta er ekki einu sinni fyndið. Þetta er ekki fyndið. Þetta er til dæmis bara svona farið út af borðinu allt svona vesen, skilur við og ég var alveg, svo nenni ég ekki að tala þetta við hann Nei. En ef þú ert að horfa þá veistu hver þú Þú veist upp á sökina mannfjönd skilur við, ekki vera að láta hérna einhver 5 ára krakka bara, þannig að þegar hann fyrir leikskólan þá sér hann einhvern krakka sem með svart naglalekk, hvað er þetta hommi? Þetta er bara svona litli hluti sem að eitra út frá sér og maður heyrir alveg, sko, þú veist, ég mikið út á skóla ég meina 4 ára, sko, og þar eru bara krakkar öllum aldri, sko maður heyrir alveg gömlu klísjuna, sko ég veit það, ég er nefnilega að því að ég er að vinna stundum með naglalakk, sko mér finnst aldrei gaman að vera með svart naglalakk, sko og meiri segja, það er alveg hérna, stundum setu áður nú ég veit ekki hvað ég að segja þetta, sko ég ætla að vona að konum mín sé ekki að horfa á þetta, sko Þetta er ekki beinni, þú bara kvöttar þetta Já, þetta er samt ekki svo skemmtilegt Hvernig með þið? Þetta skilja þess Já, setja hérna smoky eyes Já. Smóki hér Nei, bara setja smá maskar Áður en þú ferð að gigga og þú ferð bara út á lífið Já, hann er fyrir út á lífið, sko og ég I er like með svart naglalakk Já. og aðeins, ég verð ekkert eðlilega heitur þegar Mér veistu, það poppar svona upp alveg, sko Ég þarf að Ég setja, ég er að setja líka slitt Já, þetta er svona Þetta er svona rockara dæmi. Já, þetta er svona rockara dæmi, sko Já. En hérna, og svo finnst mér líka lúmska og svo er maður náttúrulega bara athyglisjúkur, vitleysingur, skilu þannig að þegar fólk er bara, hvað ertu með augnskugga? Já Akkur þú með augnskugga Það er allir með augnskugga Allir nú þú Það er gaman að rugga þessum bát og vera bara veist bara hvað sem að hérna, whatever rocks your boat, sko og líka mér svo eins og þetta með, veist, fólk verður að skipta sér að svo miklu hluti sem það kemur ekki við, sko það er líka alveg þreytt dæmi, sko Það er það Já, það er náttúrulega mjög mikið af því í dag. Það er alveg rosalegt, hvað fólk hefur mikla skoðun á öllum Ég er svo þakklátur sjálfur mér fyrir að svona, þú veist, maður þessi þörf fyrir mig að hafa skoðun á öllu og hún er rosalega rík og fólk með Facebook þú veist, það er alveg ótrúlegt hvað það getur tjáð sig Ég hef skoðun á öllu, sko. Ég þarf stundum að vera bara annað, hvað ertu með skoðun á þessu? En ertu með skoðun á því á Facebook á öllu? Nei, ég hef mig þar, sko. Já, það er alltaf lægi að vera við eldhúsborðið og bitchast með manni en eitthvað bara djöfull er þetta miklu vitlis eitthvað, það minnst alltaf lægi, það er líka bara samtal sem á sér stað en bara eins og til dæmis rosa margir menn sem er að fara í háríkgræðslu fólk er með rosalega mikla skoðanir á því hvað er þetta með skoðun á því? Já, með þeir ekki bara gera það með skoðun á því hvernig fólk klippir sig hvernig það litur á sér hárið eða hvað er þetta pæli í þessu? En það gerðist í alveg bara núna daginn, bara eina Bárðar og hérna vinnur hans fór út, svo fyrir Eiður Smári góðu vinnu þinn. Hann er nú bara að blása toppin frá. Glæsilegt hár, mjög, þetta hefur greiðlega verið dýrari gerðin af sem sagt aðgerð, sko. Eftir ég sá þessa meistara, sko, og þetta er svona orðið normið, þá er ég svona byrju, kannski fer ég bara til Tyrklands eftir allt svo. Ángríns, veistu Já, hvað? að því að kalla mega líka bara gera langar að vera með hár. næs fyrir sig Þetta er vissir og hann er raunverulegur. Já, sérstaklega þegar hann bara eykst á öxlunum á þér. Já,
skilur og þetta er eitthvað sem Eyrunum. konur hefur mátt gera bara núna mjög lengi og helst fyrir kvartar til að fara í eitthvað svona aðgerð en fyrir kalla hefur það verið bara eitthvað svona Já, einmitt fyndið að þeir eitthvað sé að fara í hárigræslu en bara eitthvað Já, einhver go for it, hégómi do sem að it. þeir eigi ekki að vera Já, partur sem af. þeir eigi ekki að vera með Já. þeir með alveg líka vera hégómufullir sko. Ég myndi fara í hárigræslu ég myndi missa þennan makka og, sko. og það var, ég held sko eins og bara með Esmara og við erum allir á sama meiði við ætlum ekkert að láta henni bilbug á okkur finna Nei. Já. við erum alltaf að reyna að vera þannig að ég er bara svona Já, mér er alveg sama. alveg sama bara, ég er alls ekki undaskilin, ég er alveg rosalega mikið þannig ég kom með skalla og ég ætla ekki að fara í hárigræsla því að svona er ég Já. skilur, Eiður og við erum náttúrulega bara vinnir en hann fer og ég var bara wow, þetta komið bara óvart sko. Hann er búin að fara þrisvar og það er bara að vera að vinna í þessu og það er allt í gangi og hann bara tekur þetta á kassan Já. og það er Og djarft. kemur allir glæsilegu tilbaka sko. Já, Þykkt og hann er gott bara, hár. og mér finnst hann eiginlega búin Ó, að ég vera þarf að búin að sjá svona opna Já. einhverja gátt Hann gerði það að það er bara, skilur bara Turkish Airline er bara Já. Móka inn. móka inn einhverju skallapóðan Ég er að fara í þetta ég myndi fara í þetta Já. þetta er líka bara stemming í Tyrklandi maður, Já, sko, eina- fá sér eitt kaldan, hárigræsla maður. En nei, það var svo gott að fá þetta hinga sko. Þú veist, ég út að fara eitthvað er einn í Tyrklandi, já, maður þyrfti vinn með sko. Já, en ég er nóg að vinna Já, Þetta er þau svona eru svipað- Þú eru sko Ég er að að missa árið. Já, Þetta er svona svipað eins og herraklipping fyrir kallmenn sem er ófrjósamins aðgerð skilur, hún var alltaf rosalega svona feimnismál og alls konar svona dót sko. Og við vorum alltaf, ég vildi ekki gera þetta heima út af því að ég vildi ekki að það væri bara einhver hjúkrunarkona eða lækna nú er maður svo Læknakona, læknakona Það er svona læknakona hjúgrunarfræðingur Komið svo eða óvart. læknir og hún lítið læknakonin Halló, ég er lítið læknakona að kappa í Ég veit að pilsi. það eru kvenkis læknar Ég hef bara aldrei séð Nei, Nei, skilur, Fun og fact. að því að ég held alltaf að því að ef að ég kemi að sveppi krull að það væri eitthvað svona heldur að ég hef ekki verið að klippa og eistun og sveppa krull að það væri eitthvað en það er öllum drullu saman Það er öllum það sama. er bara klift á svona 60 eist á dag og nobody cares Já. við vorum alltaf með hugmyndi og Eiðusmári að fara saman og gera þetta eitthvað í útlöndum og gera ferður úr þessu Já, fara í golf og fara í herraklippingu engir að taka mynda af þessu já, ég veit Selja þetta á netinu. Nei, en svo fór ég bara og það var nú eiginlega eftir því að kona mín sagði bara, hvað heldur þú að ég sé búin að leggjast oft Einmitt. á bekk og glenn út á mig klofið fyrir framan einhvern kvensjúkdómalækni sem eina sem hann segir við mig er bara kontu neðar og ég bara, ég panta tími fyrir mig lögstu mín af því við erum algjörir aumingjar En finnur fyrir því að testostérun hafi lækkað menn er svolítið hrættu við það í kringum mig að þau fari í þetta að það svona mingi kallmennskun einhvern veginn er það ekki bara plús? Ég veit það ekki Það er ekki flott í lagi að hún lækki aðeins hjá okkur gaurunum Nei, ég ekki neitt Nei, sko. ok, þannig að það er mýta það er bara Það er í bara hausnum að algjörlega, já. Einmitt. Já, ég held ekki Nei, ég spyr ChatGPT í þessu Herðu, ég held að við séum bara búin að tæma okkur hérna. Já, Það er bara Alla skemmtilegt. viskuna. Það er Já. gaman að tala um þetta allt saman. gott Það er stöf. ótrúlega gaman að tala um þetta. Og velta steinum sko. Já. Þó svo það hafi ekki komin inn lausn í þetta mál þá er Nei, það það er nú ekki stemmari, endilega- Og mér erst vera Nei. komin að helvitis press á þig að fara í eitthvað átak sko, ná til þessara manna Já, Og við- það Það er er eitthvað svona poster child Já, búið til eitthvað DFD efni sem Já. við sendu öll heimili Já, já. Fyrir Er mig- þú ungur og reyður? Herðu, Ég er með sækja styrk fyrir þessu bara til ungur og reyður, sveppa krull Ég stið þetta Þetta er mjög Getur góð kent hugmynd þeim að setja eye-makeup. Já, strákar, við erum ekki að Svartnaglana. pæla svona mikið í hlutunum Nei, það er bara þannig eins og bara ég segi við hérna, son minn sko hérna, það hjálpaði mér að sko þegar maður var að reyna við stelpu að vera með hendur í vössum Já, og reyna að vera fyndin og sniður já, það fer miklu lengra með því heldur en að kássast utan í með hendurnar og segja ekki neitt það er, Vá. já maður prófaði það Litla viskan og það virkaði ekki já líka bara þú veist, ef að þær væru ekki hérna og við varum tveir að tala saman Já, þá myndi ég geta sagt bara konur elska góðan húmor já, þeim finnst ekkert skemmtilegra heldur en að hlæja nei, ég veit það og það er alveg sama hvort það er kallega kona sem er fyndin sko. Og akkur myndir ekki nota það ef þú hefur vott af einhverjum góðum húmor eða einhverjum brandara eða eitthvað að nota það heldur en
ég hef aldrei til dæmis vitað neina konu sem að hefur sko tekið leigubíl eftir hún fekk dick pic sko. Nei, bara heyrðu, þetta alveg ég veit Ég eina þangað núna. Já. Ég veit eina hvar býrðu? Já. Ég var frænka á Reyðarfirði, hún elskar að fá svona myndir Nei, ég er bara að tala lengi Hún er alveg vitlaus í þetta. Já, hún bara dýrkar það er ekki ráð og alls konar, hún er bara með alls konar Já. Hlíðalýsing. Já. Og ég hef búið að klæða henni eitthvað upp skreyta Já. Jólasveina húa. Jólin. Hungurinn í eitthvað svona litlum barna sko Pumpkin latte. Herru, hvað? Titlingur. Þetta er dásamlegt. Heyrðu, dásamlegt. Ég þakka ykkur öllum bara kærlega fyrir spjallið. Við komumst takk kannski ekki sömuleiðis. að loka niðurstöðu en við veltum við alls konar Já, velta steinum. Já, Takk fyrir. Takk fyrir okkur. sömuleiðis